Komið þið sæl. Við ætlum að líta núna á skák sem hefur stundum verið kölluð skák aldarinnar. Hún var tefld í Bandaríkjunum árið 1956 á Rosenwald minningamótinu sem var haldið í New York. Það var bandaríski skákmaðurinn Donald Byrne sem hafði hvítt og Robert James Fischer, Bobby Fischer, sem hafði svart í þessari skák. Fischer var á þessum tíma einungis 13 ára gamall og það er eina ástæðan fyrir þessi skák hefur vakið svona mikla athygli. Þetta er glæsileg skák en að 13 ára strákur hafi teflt hana er hreinlega bara alveg ótrúlegt. Donald Byrne var á þessum tíma einn af sterkustu skákmönnum Bandaríkjanna. Hann hafði orðið Bandaríkjameistari 3 árum áður, 1953, og teldi árin eftir með bandaríska landsliðinu. Bobby Fischer þurfum við sjálfsög ekki kynna mikið. Hann var heimsmeistari 1972 á Íslandi og sterkasti skákmaður heims á þeim tíma og ekki bara sögunar. Við skulum kíkja á skákina. Donald Byrne hafði hvítt eins og ég sagði og hóf skákina með að leika riddari F3 sem að Fischer svaraði með riddari F6 og eftir C4 kom G6. Fischer teldi bæði grunnfeldsvörn og kóngsinderska vörn á þessum árum og er þess vegna bæði tilbúin að annarkvort að leika D5 seinna meir eða hafa biskupinn sinn á G7 og stilla peðinu sinn upp á D6, kóngsinderska vörn. Byrne leik núna riddari C3 og kom biskup G7 og D4 og stutt hrókunni á Fischer sem gefur hvítum tækifæri á að hirða miðborðið með að leika E4 og þá hefur Fischer væntanlega ætlað að leika D6 og tefla hefðbundinn kóngsinderja. En Byrne ákvað að tefla þetta aðeins öðruvísi. Hann leik biskup F4 sem er aðeins svona rólegri uppstilling og þá ákvað Fischer að fara út í grunnfeldsvörn með að leika peðinu sín á D5. Og í þessu stöðu leik Byrne drottning B3. Þetta var atburður sem teflt svona eitthvað á þessum árum en hefur lítið sést síðan. Þetta er svona hálfpartinn sambland af tveimur atburðum. Menn tefla oft þetta atburð með biskup F4 og stillast þá hróknum sínum upp á C1 eða þá að leika peðinu á E3. Það er líka mögulegt að tefla atburðið með drottning B3 og sleppa þá biskup F4. En drottning B3 er vel teflanlegt. Fischer drap núna á C4 og eftir drottningdrepi C4 á leikan C6 þar sem að C7 peðinu var hótað og þá loksins leik Byrne E4 og tekur miðborðið. Hvítastaðan lítur vel út, hann er með góð tök á miðborðinu og búinn að koma flestum mönnum sínum út, en einn galli kannski við stöðuna er að drottningin stendur kannski ekkert of vel í augnablikinu á C4. Það er auðvelt fyrir svartan að koma mönnum sínum út og hóta henni og vinna kannski smá tíma á því og það er það sem að plan svarts byggist á. Af því að hvítur hefur miðborðið þá það svartur að vera svolítið rólegur og reyna þá að sækja að miðborðinu með mönnum sínum seinna meir. Þannig að Fischer leik núna riddari B til D7. Annar ágætur leikur var biskup G4 og svo riddari F til D7. Reyna þá að opna miðborðið með að leika E5. Það er vel teflanlegt. Annar góður leikur í þessari stöðu í staðinn fyrir riddari B til D7 var líka B5 sem að hóta drottningunni og svo drottning A5 sem er svona svolítið sókdjart. Sjáum eftir biskup E6 og drottning D1 þá getur komið C5 sem opnar stöðuna og opnar þá kannski fyrir biskupunum. En leikurinn sem að Fischer valdi riddari B til D7 er prýðilegur. Nú kom hrókur D1 og riddari B6 sem hóta drottningunni og drottningin fór hérna á C5. Hún lítur nú ekkert of vel út á C5 en kannski hefur Byrne ekki viljað fara með hann á B3 af því að hann sé fyrir sér að Fischer geti unnið hann að tempo með að koma mann út á hóttinni. Ég veit ekki alveg hvað hann var að hugsa en drottning C5 var leikurinn og nú kom biskup G4 hjá Fischer. Og hér hefði Byrne átt að leika biskup E2 sem er eðlilegur leikur. Planið er bara hrókara stutt. Framhaldið hefði geta verið riddari F til D7 sem hóta drottningunni og drottning A3. Biskupdröpur F3, biskupdröpur F3 og E5 svipað við sáum áðan. Svartur vinnur þetta peð og E5 tilbaka í framhaldinu með svona það bil jöfnum tækifærum. Hvítur stendur kannski örlítið betur í þessari stöðu. En eftir biskup G4 þá leik Donald Byrne biskup G5 sem er ekki góður leikur. Hann hefur væntanlega ekki verið búinn að sjá framhaldið sem að Fischer valdi núna. Fischer leik núna þessum ótrúlega leik hérna riddari A4 frá beint í döðan. Og hugmyndin er eftir riddari A4 þá kemur riddari E4 sem hótar það bæði drottningunni á C5 og biskupnum á G5. Byrne hefði þá getað leikið drottningunni niður á C1 og haldið valdi á biskupnum
en eftir drottning A5 skák, riddari C3, biskupdrepur F3, G-drepur F3, þá getur Fischer tekið biskupinn á G5 og þá peði yfir með mjög heilbrigða og góða stöðu og töluvert betri stöðu myndi ég halda. Annar möguleiki fyrir Burn var að eftir riddardrepur E4 var að taka hérna á E7, en þá eftir getur komið drottning A5 skák og þá til dæmis B4, drottningdrepur A4 og drottningdrepur E4, hrókur eftir E8 sem að leppar drottninguna. Burn hefði þá þurft að leika biskup E7 og þá getur komið biskupdrepur F3 og eftir G-drepur F3 biskup F8 sem vinnur biskupuna E7 og hvítastaðan hreinlega hrunu komin, peðastaðan í mólum, kóngurinn þá á byrjunarréttum og alla línur opnar. Þannig að hann ákvað eftir riddari A4 að taka ekki riddaran, eins og við sáum var alls ekki gott, heldur bakka með drottninguna niður á A3. Þá drap Fischer hérna á C3 og Burn drap með peði og þá var Fischer hvergi banginn og hirti bara einfaldlega peðið á E4 og gefur þá Burn tækifæri til að hirða þetta peð hérna á E7 með biskup, hóta bæði drottning og hrók. En það sem að hvíti kóngurinn ennþá á byrjunarréttum og svolítið langt í land með að komast í skjól, þá Fischer ekki hræddur við þetta. Hann vissi að alla línur myndu opnast á kóngnum og hann fengi mikið frumkvæði fyrir skiptamenn sem hann að fórna. Nú kom bara drottning B6 og Burn ákvað að leika biskup C4. Ef hann hefði drepið hrókina F8 með biskup, þá hefði getað komið biskupdrepur F8, drottning B3 og núna riddardrepur C3 sem er dálítið skemmtilegu leikur. Hvítur mætti ekki taka á C3 með drottningu út af biskup B4 sem vinnur drottninguna og ef hvítur fer í drottningaruppskipti þá stendur það frammi fyrir því að svartur riddarinn hótar hróknum á D1 og svartur hótar líka að taka á A2 auk þessi hvíti kóngurinn ennþá berskjættaðar á E1 þannig eftir biskup B4 eða hrókur E8 skák í einhverjum stöðum hvítur í miklum vandræðum. Þannig að jafnvel þó að drottningarnir séu farnar að borðinu og hvítur séu skiptaminn yfir þá er staðan nánast algjörlega vonlaus. Þannig að biskup C4 var leikurinn sem hann valdi og þá lék Fischer riddardrepur C3 sem er önnur glæsileg fórn. Hugmyndin er að ef hvítur tekur með drottning á C3 þá kemur hrókur eftir E8 sem að leppa biskupinn og eftir til dæmis drottning E3 þá getur bara Fischer bakka með drottningun á C7 og unni biskupinn á E7 í framhaldinu. Þannig að Burn hefði þá þurft að gefa biskupinn sinn hérna F7 með skák sem er sennilega skástileikurinn og eftir kóngudrepur F7 riddari G5 skák þá getur Fischer tekið á E7 og jafnvel þó að svarti kóngurinn sem komin út á mitt borðið í þessari stöðu þá vinnur svartur þetta. Það sóknarfæri hvíts ekki nægileg í þessari stöðu. Þannig eftir riddardrepur C3 þá bakkaði Burn fyrst með biskupinn sinn á C5 og planið hans var náttúrulega bara að reka drottningunni burt og taka svo riddaran. Fischer skákaði núna E8 og bjargaði þeim með hróknum sínum á F8 og Burn fór með kónginn sinn á F1 og núna sjáum við að drottningunni er hótað og riddaranum er hótað og hvað ætli þessi 13 ára strákur hefur búin að sjá fyrir sig þessari stöðu? Jú, það er þessi ótrúlegi leikur hérna biskup E6 og hver er hugmyndin með þessu? Ef að Burn tekur biskupinn, við skulum skoða hvað gerist þá, hann drap drottningunni í skákinni, við sjáum þá eftir, ef hann hefði tekið biskupinn á E6 þá var Fischer búinn að plana drottning B5 skák, kóngurinn verður að fara á G1 eða hann fer á E1 þá kemur mát hérna á E2 kóngur G1 reynileikurinn, riddari E2 skák, kóngur F1, riddari G3 skák, kóngur G1, drottning F1 skák, hrókudrepur og riddari E2 mát sem er skemmtileg útgáfa af henni þekkta kæfingamáti þar sem að kóngurinn er lokaður inni, umkringdur sínum eigin mönnum. Ef að eftir biskup E6 ef að Burn hefði tekið riddaran á C3 með drottningu þá var Fischer búinn að plana að taka biskupinn á C5 með drottningu og hugmyndin er að D-peði leppur, ef hann drepur tilbaka þá tekur Fischer á C3 og eftir uppskipt á E6 þá er svartur peði yfir, hvíti kóngurinn illa staðsettur og svarta staðan öllum líkindum unnin hér og eftir biskup E6, biskup D3 þá kemur riddari B5 sem að bjarga riddaranum og hóta drottningunni í leiðinni og svartur heldur öllu sínu liði og er peði yfir. Þannig að eftir biskup E6 þá var biskupdrepur B6 eina tefnilega tilraunin fyrir Burn. Þá
drap Fischer á C4 með biskup, með skák, kóng G1 og riddari E2 skák og kongur F1. Og nú sjáum við svartur á fráskáki með riddaranum, marga mögulega skákir. Þessi biskup ennþá í döðanum á B6, en hvítur drottningu yfir og það hefur nú eitthvað að segja. Við skulum sjá hvað Fischer gerði. Hann tók á D4 með skák, kóngurinn fór á G1. Núna gæti svartur fengið jafntefli ef hann vildi, en hann náttúrulega sá að hann ætti eitthvað meira í stöðunni, þannig að hann skákaði aftur á E2, fór svo með riddarann og C3 með skák og tók núna loks biskupin á B6 með peði, hótar drottningunni í leiðinni og hann hótar hróknum sem á D1. Drottningin fór á B4 og hótar biskupnum á C4 og Fischer bara virkjaði hrókin sinn og valdaði biskupin í leiðinni, hrókur A4. Börn tók hérna á B6, fær 1 peð, það var nú ekki mikið að segja. Fischer hirti hrókin á D1 og ef við teljum mennina núna í þessar stöðu þá sjáum við að Fischer hefur hrók og 2 biskupa fyrir drottningu sem meira en nóg. Auk þess allir mennirnir hans virkir og hvíti kóngurinn lokaðurinni og hrókurinn á H1 hjá hvítum ekki gera neitt. Nú kom H3 og hrókur dreipur A2, fær 1 peð í viðbót. Kóngur H2 og riddari dreipur F2, Fischer bara hirði peðin af hvítum. Hrókur E1 og hrókur dreipur E1, drottning D8 skák og biskup F8 og riddari dreipur E1. Og núna hefur svartur hrók og 2 biskupa og 3 peð fyrir drottninguna. Sjáum að svarta kóngstæðan mjög traust, hvíta drottningin ekki gera neitt hérna. Kóngurinn bara í góðu skjóli. Og núna smátt og smátt bætir Fischer bara stöðið mannuna sinna og fer að sverma að hvíta kóngnum. Hann byrjar að leika biskup D5, staðsetur bara biskupin sinn á miðborðinu, þar sem hann valdaður, setur pressu á G2 peð, riddari F3 og riddari E4, drottning B8 sem hótar B7 peðinu og bara einfallega B5. Fischer bara passar upp á að hafa alla mennunni sína vel valdaða, sem að biskupin valdar hrókinu A2, biskupin F8 góðu varnarmaður fyrir kónginn. Drottningin ekki fara að gera neitt skaða í svörtu stöðunni í þessari stöðu. Nú kom H4 og H5 og þessi H5 leikur dálítið flottur hjá Fischer, hann bara stoppa peði að fara eitthvað lengra. Planið hans að fara með eitthvað með kónginn og reyna síðan að losa biskupin, þannig að biskupin geti tekið þátt í sókninni. Nú kom riddari E5 og kongur G7, kongur G1 og nú biskupin ekki lengur leppur á F8 eins og hann var og þess vegna gat Fischer núna leikið biskup C5 skák sem eiginlega upphafið að endinum. Kongur F1 og riddari G3 skák, kongur E1 og biskup B4 skák, kongur D1 og biskup B3 skák, kongur C1 og riddari E2, kongur B1, riddari C3 skák, kongur C1 og hrókur C2 mát. Þessi skák glæsileg og allir þessi leikir hjá Fischer sem hafa tilbúin að fórna liði eru ótrúlega smekklegir. Við förum hérna aftur í stöðuna eftir biskup G5 11. leik. Þetta hófst allt með þessum leik riddari A4 og svo þessum fórnum hérna í kjölfarið sem að hvítu máttur alla þiggja og svo þessum ótrúlega 17. leik hérna biskup E6 sem að byggir á þessu kæfingamóti sem við skoðum áðan og svo þessum glæsilega endi þar sem að Fischer drottningu undir en bara einfallega hirðir nánast alla mennunni af hvítum og mátar hann svo í endan glæsilega með léttamennunni sínum, hrókur C2 mát. Þetta var skák aldarinnar. Takk fyrir þetta.